Hæ. Þá komið að því að ég gerir stjörnuspá fyrir Vogina fyrir ágúst 2021. Svo ég innri aðeins á því að þá eru ansi margar vogir í heiminum, ansi margar vogir á Íslandi, þannig að það getur ekki verið að ég nái til okkar allra á sama tíma. Þetta er allt svolítið svona fluid, en einhverjar eru sameiginlegast á svipaðri eða sömu bylgjulengd, þannig að þið eigið kannski einhverja sameiginlega þætti í þessu. Sjáum bara hvernig þetta virkar. Kannski tengi ég betur líka við spá fyrir eitthvað annað merki, eins og til dæmis eitthvað sem er í öðrum húsum hjá okkur, eitthvað sem er kannski í mörgum húsum hjá okkur, eða við erum vog með kannski 3 steingytur eða eitthvað svoleiðis, þá kannski tengi ég betur við steingytarspána, hver veit. Við getum prófað að taka til dæmis á merkinu sem við erum rísandi í. Við erum komin inn í ljónsmánuðinn, þannig að kannski tengi ég betur við spána fyrir merki þar sem við erum rísandi sól. Þá er bara að kanna þetta. Kanna þetta bara. Þetta er allt mjög flóð. Ok, þau eru alveg tilbúin til að tala við vogina. Þannig að ég ætla að byrja á því að fá nokkur spil það hvaða vog ég er að tala við. Hver er vogin? Ágúst 2021. Vá, ekki svo mörg. Allt og mörg. Takkin allt og mörg. Frábært, þetta er bara ógeðslega fínt. Eitthvað meira en þetta að segja? Nei. Þá ætla ég að fá uppákomur í ágúst fyrir vog. Fleiri. Já, ég láta það baka. Svolítið mörg, þannig að lagi. Leiðsögn fyrir vog. Ok. Einhverja fleiri leiðsagnarspil. Ok. Einhverja niðurstöðu frá eina útkomu á þessu. Ok. Frábært, takk fyrir. Þá vil ég að það sem er vogin er falið fari hérna neðst á botninn fyrir mig. Nokkur spil, takk fyrir. Svona. All right. Vogi sem ég er að tala við núna, ok, er að hefja einhverja nýja hringrás. Örlagahjólið tók óvæntan kipp. Mögulega óvæntan eða allavega tóku örlaganornirnar vel í taumana og fóru snúaðir í einhverja nýja átt. Örlagahjólið þetta farið að snúast upp á nýtt. Ný hringrás er að byrja. Og þú ert, elsku vog, í mikilli gróskutíð. Æðislegt. Þú ert svolítið í því að þú ert að uppskera það sem þú hefur sáð og það sem þú sáðir var vel unnið, vel gert. Núna ert þú svolítið bara að njóta uppskeruna hennar. Mikil gróska og kannski jafnvel karlinn og hvíld. Þegar hérna eru við með hangin með. Gefðu eftir, elsku vog. Gefðu aðeins eftir í þegar verið að setja þér inn í eitthvað nýja hringrás þar sem að þú átt heldur bara svolítið að gefa eftir og slaka inn í þessa grósku, njóta og þú þarft kannski svolítið að byrja að horfa á heiminn svolítið nýjum öðrum, svona pínlítið á hvolfi. Ef þú ert búin að vera mikið að stríta í gegnum tíðina þá er komin tími til þess að hanga þessu hvolfi og segja nei, núna ætla ég að fá að njóta.
af því að það kom tími til að þú gefur eftir í gróskuna. Live, fá að njóta og slakka, sagði einhver. Það er bara, þú ætlar að gera það í ágúst, kæra Vog. Þú ert að koma inn í þannig tímabil, kæra Vog. Uppákomunnar, já, stundum finnst þér þú pínulítið ein, en þú gerir það bara ótrúlega vel. Þú nær blúsandi siglingu þegar þú ert ein. Af því að þú hefur brentið svo mikið á fólki sem að einfaldlega á þig ekki skilið og hefur farið illa með þig og hefur sagt ljóta hluti við þig og hefur sagt ljóta hluti á bak við þig, hefur grafið undir þig, þú hefur brentið mjög illa á því, þannig að þér finnst oft bara rosalega gott að vera ein. Það eru óbóðslega margir möguleikar í boði fyrir akkurat núna og þú veist ekki hvað þú velja. Það finnst Vogum mjög erfitt. Þegar erum við mikið að velja og það er allt saman eitthvað sem boða gott, þá getur það verið bara valkvíði er Vogum ekki auðveldlegur, en það er eitthvað valkvíði í boði í gangi hérna. Það er samt sem áður, þú ert að finna alltaf betur og betur hvað þú ratar í gegnum lífið, hvað ratar vel í gegnum lífið, hvað þú ert að komast inn á svo þægilegan stíg til að fylgja. Þú ert ekki lengur týnd út í skógi, heldur þú ert farin að rata. Og þú ert svolítið nýútklakin, þú ert í einhverju svona fæðingarferli sem bara eins og ný manneskja nánast, en sú manneskja er alveg gífurlega sterk. Þú fer með þú ert í gegnum, ég veit ekki í gegnum hvað, en þú ert alveg óbúslega sterk og þú munt alveg finna fyrir því að þú ert óbúslega sterk í þínu, þú ert rosalega staðfest, þú ert rosalega passionate, ástríðufull og flott manneskja. Þú ert samt engu að síður bara svolítið ung í þér, það er að segja, þú ert svolítið ný að þessari hringrás, það er stutt síðan og uppgötvaðir að það eru til góða leiðir, að núna þegar svona margt í boði, það er rosalega mikið að gerast hjá þér og hvað er að frétta, Þú ert á svo mikilli blússandi styrkleikaferði en samt ertu svo ný. Þetta er sannilegt í tengslu við það að þú ert fara alveg inn í þessi nýju hringrás þar sem að þú þarft að gefa eftir inn í og slaka inn í þessa grósku og sjá heiminn svolítið nýjum augum. Fatta það að, heyrðu, ég er bara ótrúlega sterk en ég er líka svolítið nýútklakin inn í þessa nýju hringrás og nýjan heim. Þú ert að fara að finna svolítið fyrir þessu öllu og einmitt með að fara að sjá, það er alveg ágætis kindaslóði en ég er ekki lengur týnd í þessu skógi en það er svo mikið í boði hjá þér núna en það sem við sjáum alveg klárlega og þú gætir alveg fundið svolítið fyrir er áminningin það af hverju þú kaust að vera mögulega ein til að byrja með. Það er eitthvað að vera að fara að ögra þér á því sviði að ef þú ert ein og líkar það, þá er verið að fara að ögra þér svolítið með að ota eitthvað nýjum að þér mögulega og þú kannt ekki alveg að treysta. Margir nýjum möguleikar í boði, Það er eitthvað verið að fara að ögra þessari siglingu sem þú ert búin að vera á og þú finnur þá fyrir, ok, ég er búin að vaksa og stekka rosalega en þú ert samt einhvers staðar svolítið svona ung í þér og svona pínu brothætt hjá mér. Það er verið að fara að ögra þér. Það er verið að fara að ögra þér og þínu þæginda ramma svolítið. Skulum kíkja hérna í leiðsögnina þína. Ok, þetta er áhugavert. Lovers, elskendurnir. Ég fæ á tilfinninga að einhleypar Vogir fái kannski eitthvað svona nýja sénsa. Og einmitt, einhleypar Vogir sem fá nýja sénsa og
og svo mikið að velja og þurfa að gera eitthvað staðar upp á milli, velja eitt eða annað. En þetta allt svo spennandi, rómansinn svo spennandi, en þú samt sko veist alveg, hvað réttara í stöðunni. Ef þú lítur inn á því, þú kannt þetta, þú veist þetta. Þetta ekki mjög flókið val fyrir þig. Þú getur ekki fengið sko, að eiga kökuna og borða sneið líka. Þú þarft að velja, þú veist það, þú kannt það, þegar sko þegar allt komið upp þá, þú veist alveg hvar valið liggur. Það augljóst þegar þú hættir að flækja hlutina svona fyrir þér. Þú hættir að blinda svolítið hérna. Okkur hættir til að vera svolítið blind í rómantíkinni og spennunni og ástinni, að ekki flækja þetta of mikið, ekki flækja þig of mikið við hinn endilega taktu ákvörðun út frá þér. Þú kannt þetta alveg og þú veist hvað þú átt að velja. Náttúrulega alltaf að velja þig. Þegar svo margir möguleikar á boði. Útkomunni á þessu samt svo að þú finnur eitthvað svona þægilegan svona samróð með einhverjum, af því að hérna alveg gífurlegur business partner, rosalega góður og þægilegur partner sem getur stutt þig rosalega vel og getur siglt vel með þér í rosalega svona gjafmildu, þægilegu, samvinnu, samræmi, en hins vegar þá sko það kiknar eitthvað aðeins undan þér. Mögulega þegar þú búin að vera sko þú búin að vera svolítið svona þessi sterka manneskja. Þú búin að vera í jaxnu svolítið mikið, þannig að það sko eitthvað sterk kiknar undan þér að vera allt í einu með eitthvað sem vinnur með þér. Þú gætir mögulega upplifa það eins og þú sért eitthvað minna sterk en þú varst, en það þarf ekkert endilega að vera. Við ætlum að skýra þetta aðeins betur eftir, en svona eins og mér hættir til að þá gleymdi ég þessu sem falið. Að það sem þér falið að þú ert á mjög skýrri stefnu, en þú þarft að kanna betur svolítið grunnatriðin hjá þér, svona svolítið grunnelementin og stoðirnar hjá þér, svolítið líka sko, veist, allt komið upp á yfirborðið í þinni innrifinu. Það einhver ungleg, drifin mannvera, manneskja, einhver svona kraftmikill draumóra manneskja í kringu þig. Nei, minnst ekki þú. Hvort þetta sé eitthvað sem komin í líf þitt einmitt sem þú ert nú að fara að detta inn á einhvern séns, sýndist mér, að hérna, og þú þarft einmitt að velja á milli fleiri en einn sko. Það sko, þú ert kannski ekki alveg búin að vinna nógu vel í grunnstofunum þínu til þess að fara að díla við eitthvað svona mannesku sem kannski svolítið yfirþyrmandi, drifin og draumurkennd og eitthvað neginn sko, ætlar að drífa allt af og keyra hlutina í gang og fara miklu hraðar en þú ert tilbúin til að gera, að þá hættir þér til að sko hverfa og þagna og verða svolítið ósýnileg. Og þá finnst þér rosalega gott að kúpla þig bara algjörlega út og bara láta þig hverfa. Þetta svolítið þar. Og það svo sem allt í lagi, þú þarft alveg að vinna svolítið betur eins og grunnatriðum, en það kannski stefna sem þú vilt halda áfram með. Alls ekki fara hratt inn í þetta, en samt sem áður, þá einhver svona sálutengingar og sko gífurlega gott samband, þannig að viltu kannski ekki alveg útiloka, ekki vera of staðföst og stefnuföst og þú ert ekkert veikari sko þó þú leyfir einhverjum öðrum að koma inn til þín. Af því að þú mátt líka alveg njóta, af því að hérna sko annar.
mikið að gera hjá Vogin í ágúst greinilega. Að hérna annar. Og þessi sko, já, hann kannski, hann svona ástríðufullur, eldmáður, mikill og heitfengur kannski, þú veist. Gæti jafnvel farið sko, gæti jafnvel verið sko svona, hvað maður segja, ég vil ekki segja skapstór, heldur verður kannski oft heitt í hamsi, ekki endilega alltaf á eitthvað sko hættulegan og óþægilegan hátt sko, en lætur heyra í sér sko. En það eitthvað nýtt upphaf í þessu. Vogin að fara á bullandi séns, alveg hreint. Gaman að vera Vog núna. Já, hérna hér. Já, hérna hér. Gaman að vera Vog núna. Við skulum fá aðeins betri útskýringar á þessu öllu saman. Já, hérna hér. Fáum hérna in between. Og fáum in between spil fyrir það hvaða Vog ég að tala við. Ok. Ok. Ok, og fáum spil fyrir þessar uppákomur. Það verið að hrista svolítið til í Voginni í ágúst greinilega. Fleira, en það kom svo mörgur hingað. Þannig að við förum beint í leiðsögnina. Fá nokkur spilalög fyrir Vog í ágúst. Fyrir. Þetta var eiginlega fullt mikið. Ég veit ekki svona mörg. Þetta var bara allt og mörg. Ég vil bara fá svona, 3. Í viðbót max 3. Frábært það. Og varandi útkomuna fyrir Vog. Tóramur. Frábært. Þetta var flott. Og meira hérna. Nei, þá vil ég fá fyrir hér. Nei, þetta var nú ekki alveg það sem var. En þá vil ég fá það sem Vogin falið neðst í bunkan. Alright. Flott. Sko, Vogin sem ég að lesa fyrir, eitthvað sem að hefja algjörlega nýja upp hringrás og þarf svolítið að gefa eftir inn í þessu gróskutímabil, læra að liffa og njóta og slakka. Af því að það rosalega samstaða í málunum. Sko, þú ert búin að vinna eitthvað alveg rosalega sigur. Stríðið ekki alveg búið. Stríðið ekki alveg búið. Það passar alveg við að það sem við ræddum áðan varandi að þú þarft ennþá að vinna betur í grunnstofunum þínum. Þannig að þú er búin að vinna rosalega bardaga, stríðið samt ekki alveg búið, en aftur kemur hérna varandi hringrásina. Nú þú ert að skapa nýja hringrás fyrir þig. Þú ert að, má segja, manifestera nýjan heim. Þú veist, þessi hringrás sem þú lokaðir gamla hringnum, þú ert að opna nýjan hring. Þú ert að taka skrefið. Þitt valið þína ákvörðun. Varðandi þessar uppákomur sem við skulum fara, það er svo mikið sko.
þetta hefur að gera með varðandi traust þitt á öðru fólki þegar þú hefur brennt þig svo mikið og verið svikinn og það hefur verið að fara illa með þig og tala illa, fara á bak við þig. Núna allt henni fullt af valmöguleikum og þú ert með eitthvað valkvíða, veist ekki alveg hvaða leið þú átt að fara en samt með allri þinni þekkingu og visku og styrk og í þessu endurfæðingarferlinu þá þú ratar alveg en það er verið að augra svolítið eins og ég segi, það er verið rosalega augra traustinu með allum þessu valmöguleikum, eins og ég segi, og eina greina á bullandi sjálfs. En þetta er kannski líka svolítið freistandi, af því að það er einhver blekking í þessu. Við kíkjum einmitt á talandi blekkingar, kíkjum á það sem er falið núna rétt eftir smá. Það er, og ef eitthvað þá fæ ég á tilfinninguna að aftur að þetta er spilið sem að lendir á milli djöfulsins og turnsins, að þá þarft að vinna betur með grunnstofnuninnar, grunninn, af því að þú ert hrædd við blekkinguna. Þú ert hrædd við að vera svikinn, þú ert hrædd við að vera blekkt. Af því að þú ert búin að vera að vinna fyrir þínu. Og þú ert ekkert alveg búinn og þú veist það og þú finnur það. Þú ert ennþá, og þú ert í svo mikilli vinnu og ert svo sterk í þessu. Kíkjum á þetta sem er falið. Ég kem með það greinilega bara einhvern tímann inn í hverju lag. Það er samt hér eitthvað samband að fara að skapast sem að þú átt svolítið erfitt með að gefa eftir inni að því í þessu sambandi þá er hérna svolítið vera einhver skorts hugsun þar sem er verið að einblína of mikið á það sem að er búið eða það sem að er liðið, það sem að vantar, að maður sér ekki það sem er í boði. Passaði á þessu og ekki farið í eitthvað svona laumuleik. Komdu hreint og beint út. Það er miklu betra í staðan fyrir að vera hérna einhvers staðar félagi. Komdu bara hreint og beint út og í þínu styrki. Já. Þetta er alveg hellingsvinna fyrir þig, Þetta er hellingsvinna fyrir þig. Við kíkjum hérna á leiðsögnina hérna. Að þá aftur, það er eitthvað fyrir að koma inn í lífið þitt sem að þú getur svolítið farið talsverðan veg með. Eitthvað sem að til langar til að halda svolítið mikið og aftur, eitthvað sem að hérna kemur aftur 4 í stöfum. Þetta er spil sem er búið að koma hérna áðan einhvers staðar. Að það er að koma inn hjá þér, sýnist mér, einhvers konar samband, náið samband, þarf ekki alltaf að vera rómantískt, sem að er alveg svolítið svona ekta, eitthvað sem þú getur hugsað þér að vera með einhvern tíma, en þú verður það svolítið að gefa eftir í það, þú verður svolítið að sleppa tökunum á því, sleppa tökunum á þessum svolítið svona grunnstoðum sem þú hefur verið með og einmitt þessum hún var að ræða bara varðandi traustið. Þú verður að gefa svolítið eftir inn í þetta og þið þurfum að passa að vinna jafnt. Þú mátt hafa kröfur í þessu. Vertu svolítið kröfur og ekki enga meðvirkni hér takk. Og varðandi útkomuna þá er einhvers staðar, þú upplifir einhvers staðar svo litla gagnvart þessu. Það er einhvers staðar, þér finnst þú vera einhvers staðar svona lítil og ómerkileg gagnvart þessu öllu saman, þetta hræðir þig svolítið, sem er kannski ekki skrítið að þú hefur brennt þig svo mikið á þessu áður. En engu að síður þá er það er einhver mjög traustur þarna
sem að hægt að sigla mikið vel og nær að uppfylla ykkur óskir og drauma fyrir þig, sem svolítið svona eins og tilfinningu verða svolítið eins og að koma heim þegar þú gefur svolítið eftir í þetta. En þú þarft alveg svolítið að gefa eftir, gefa eftir inn í þetta, gefa eftir þessum ótta og bara passa að einmitt það sé jafn unnið og ekki fara inn í þinn helsta veikleika sem sennilega það að finnast þú þurfa að gera meira, vinna meira eins og þú eigir að vera hérna að bursta gólfin. Ekki fara inn í þinn helsta veikleika þar sem að örugglega einhvers konar meðvirkni. Þar þarftu að standa algjörlega með þínu. Stattu með þínu. Nóg að gera hjá Voginni, bullandi sénsar, áhugavert, fáum þá svolítið litla leiðsögn frá tunglinu fyrir Vogina. Það er mikið sko. Leiðsögn frá Vog, á þetta koma hérna. Þakka þú fyrir. Þú ert alveg nógu góð. Þú ert alveg nógu góð. Ekki detta í einhverjar ég að minna en og ég á ekki skilið. Ekki setja þig eitthvað staðar hérna niður á hnén fyrir einhvern annan. Þú ert alveg nógu góð. Öll þessi orka í þér, allt sem að þú ert búin að vera hérna að gera, þessi hringrás sem þú ert að fara í, þessi sigrar sem að þú ert búin, og öll þessi vinna. Þetta bara rétt að byrja sko. Þetta rétt að byrja, svona you ain't seen nothing yet með þessu. Þú ert vernduð og þínir nánustu eru verndaðir. Þannig að þú þarf kannski ekki alveg að stressa of mikið af hlutum þó þú fái vel hvaða, þó að það sé rugluð, þó að þú verður hrædd. Þetta allt í lagi. Þú ert alveg nógu góð og þú ert alveg örugg. Þetta getur aldrei farið verra en vel. Og við ætlum að fá eina gyðju með okkur. Frá Vogina inn í ágúst. Það gyðja ætlar að fylgja Voginni. Persephone, inexperience, sem sagt hérna reynsluleysi. Sko, sakleysið í rauninni. Hún svolítið sko að minna þig á að sko ekki fordæma fyrirfram. Ekki fordæma hlutina og segja út frá minni reynslu, þá veit ég betur. Og dæma alla út frá því. En á sama tíma þá þetta svolítið æðruleysið að sem sagt kunna greina á milli hverju þú getur breytt á stjórnað og hverju getur ekki breytt á stjórnað. Hún minnir okkur svolítið á að sem sagt að taka skref til hliðar og hreinlega spyrja ykkur sjálf, ég nægilega sterk og hef ég nægilega reynslu og visku á bakinu til þess að fara í gegnum það sem að bíður mín án þess að það kollvarpi mér. Og þetta svolítið svona, við megum alveg stíga til hliðar og hugsa. Og við megum alveg sko, þegar við finnum fyrir ótta eða eitthvað reynsluleysi, megum við alveg sko stíga til hliðar. Við skulum ekki fordæma, við skulum ekki freistast af því að
og við skulum ekki leika okkur að eldinum. Tökum þetta svolítið á æðruljósinu. En við skulum alltaf samt setja okkur sjálf í fyrsta sæti. Við megum alveg stíga til hliðar og hugsa með okkur, er þetta þess virðis? Er þetta það sem ég vil? Hlustum á það, hlustum á svarið sem kemur við því. Þetta var ágústspá fyrir Vog. Ég vona að skilaboðin kom sér til skila. Nóg að gera hjá Voginni. Já, og ég þakka fyrir mig.